Veigar, til hamingju með sigurinn og til hamingju með deildarmeistaratitlinum. Hvernig undirbjugguð ykkur fyrir þennan leik? Við reyndum að undirbúa okkur bara alveg eins og fyrir aðra leiki. Við reyndum að setja þetta svona svolítið til hliðar að þetta væri leikur upp á deildarmeistaratitil. Þetta hefði við svo sem átt fleiri leiki eftir það til þess að tryggja hann ef við hefum tapað. Við reyndum fyrst og fremst að reyna að stíga eins upp og bæta okkar leik frá því síðustu leikjum. Við fundist við vera svona hálf flatar og andlausar síðustu kannski svona 3 leiki og áttum mikið inni. Þannig að við ætlum svona fyrst og fremst að bæta okkur og bara nálgast þennan leik eins og hvernig Þið byrjuðu leikið mjög vel og valst okkur líka, en hvað fannst þér gera svona miðbik leiksins í öðrum og þriðja leiknum? Já, ég meina það bara baráttan harðnar og taugarnar koma inn í og ég meina bæði lið skora minna og vörnin verður harðari og það er bara eðlilegt í svona leik. Mér fannst svona á köflum að við værum, maður sá stressið í þeim, en það hefur eflaust verið svipað valsmegin, þannig að þetta er bara svona í svona hörkuleikjum, þá vill þetta gerast. Þú settir í byrjunarliði Sigurný Björg Ólafsdóttur sem hefur startað 4 leikjum á sísoninu hingað til. Hvað varstu að hugsa með að setja hana í svona stóran leik í byrjunarliði? Startaði hjá mér í síðasta leik líka. Hún er bara hrikalega dugleg og góður varnarmaður, snögg, hleypur völlin vel og vildum byrja svona í dag og eiga þá inni kannski eins og Önnu Lóu, reyndari leikmaður með Fanny búinn að spila mjög vel í undanförnum leikjum, eiga þær þá inni á bekknum. Algjörlega, stóðstu bara vel og þeir stóðu bara allar rosalega vel á síðan. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir.